Allt í lagi. Hæ, Hæ, hvað heitir þú? ég heiti Tinna Sóley. Ég heiti Kendra. Ég heiti Daniel Már. Marga Tarpa. Ég heiti Sindri Þór. Jói Jón Maransson. Ég heiti Elvar. Sóldís. Og ég heiti Vala. Hvað segir þér gott? Ég segi bara allt gott, sko. Við erum með nokkra spurningar fyrir þig á vegum feministafélag Kvennaaskólans á Petru. Mega allir kalla sig feminista? Já. Já. Já, þessi já fyrir ekki. Já, algjörlega fyrir ekki. Ef það eru feminista þar sem. Að vera feministi er bara stiðið að við jafnrétta milli kynjanna, skilur við. Yes. Og ef að þú gerir það ekki, hvað ertu þá að gera, skilur við? Já. Bara allir þeir sem trú á jafnrétti kynjanna. Yes. Já. Hvað gerir feministanefndin Þóra Melstað hér í skólanum? Ég veit það ekki alveg. Heldur upp á að halda, eða þú veist, passar upp á að halda jafnrétti á milli kynjanna. Sjá örugglega að allt sé jafnt milli kynjanna. Ég er ekki alveg viss, sko. Hvað gerir feministanefndin Þóra Melstað hér í skólanum? Heldur jafnréttisviku og alls konar viðburði og fyrirlestra. Hún sér jafnréttisvikuna sem er næstu viku. Bara skipulegur viðburði. Já, ég er að gefa hérna feministaviku. Já. Hefur stjætt einhverja mannesku áhrif á jafnrétti hennar? Já, getur það. Já, hann það á ekki að vera. Já, eða ekki. Þetta meina finnst mér að það eigi að hafa áhrif eða... Nei, bara finnst þér þú veist að vera? Já, eða þú veist, minnst ekki að það ætti að vera svoleiðis en það hefur það klálega. Hefur stjætt einhverjar mannesku áhrif á jafnrétti hennar eða hans? Já, hún getur það. Já, því miður. Já. Yes. Skilur, það ætti ekki að gera það, en það er samt þannig í samfélaginu núna að það er þannig. Já. Já. Hvað hugsað þú þegar ég segi orðið jafnrétti? Allir fá jafn mikið og jafn mörg tækifæri. Gleði, hamingju. Hvað hugsað þú þegar ég segi orðið jafnrétti? Allir jafnir, engin mismunum. Kvennabaráttan. Jafnrétti á milli allra, bara jafnt réttlæti það. Hvað hugsið þið þegar ég segi orðið jafnrétti? Ég hugsa feminista og bara jafnrétti á milli kynjanna. Óháð, skilur við, kyn, hátti og hátti. Það er rétt. Bara, þú veist, ég ætla að segja þannig að kynþætti. Kynþætti, já. Kynþætti. Allir jafnir. Já. Vissið þú að í Norðurlöndunum er launabil kvenna og karla 15,4% af meðaltali? Nei, ég vissi það ekki. Nei, ég segi ekki. Nei, ég vissi það ekki. Nei. Vissirðu að í Norðurlöndunum er launabil kvenna og karla 15,4% af meðaltali? Nei, ég vissi það ekki. Ég er svona sem ég vissi það. Ég vissi það ekki. Ef ég vissi ekki að vera svona hátt, ég ætla að vera... Já, ég ætla að vera aðeins minna. Sem er ekki læg. Við fylgum það ekki. Nei. Já, ég var alveg að læra þetta kynjafræði bara, já, í síðustu viku. Þannig, já, ég vissi að þessu og minnst þetta ömurlegt. Fyrsta mannskæði sem var búin að vita það? Já, það. Svartar konur eru 3-4 sinnum líklegir til að deyja af barnshafandi afleiðingum en hvítar konur. Af hverju heldur þú að það sé? Þegar það fá ekki jafn mörg réttindi, er ekki með jafn mörg réttindi. Svartar konur eru 3-4 sem líklega til að deyja barnshafandi afleiðingum en hvítar konur. Af hverju heldur þú að það sé? Það er ekki hugsað nógu vel þær þegar þær eru á hvaða. Það gæti verið af því að það er ekki hugsað nógu vel þær á spítalunum. Já. Shit maður. Þá við fæðingu. Já. Æ, fuck maður, hvað það er sorglegt. Því að það er bara ekki jafn góða þjónustu á spítalum eða eitthvað. Svartar konur eru 3-4 sem líklegir til að deyja af barnshafandi afleiðingum en hvítar konur. Af hverju haldið þið að það sé? Út að örugglega það eru bara örugglega fátækari. Eða bara læknarnir rasistar eða eitthvað. Já, læknarnir rasistar eða bara eins og í Bandaríkjunum þá eru örugglega fleiri fátækari konur sem eru svartar. Því miður. Já. Og þá fáir væntanlega lélegra lækna, skilur. Já, það þurfa líka að borga fyrir það sjálf. En ég veit ekki. Er það ekki bara út af þau eru ekki með eins gott að svona aðgengi að heilbrigðiskerfi eða eitthvað? Það eru jafnmargir hvítir einstaklingar og svartir einstaklingar í Bandaríkjunum sem neyta fíkniefna en svartir Bandaríkjumenn eru 6 sinnum líklegir til að deyja vegna fíkniefna. Af hverju heldur þú að það sé?
Þegar það búið að mála vonda ímynd á það. Bara, það ekki reynt að bjarga þeim ná mikið, eða bara svona hugsa ná vel þau þegar þeir eru kannski overdose eða eitthvað. Út af því að þau eru svört, það veit ég. Gæti bara verið að það ekki nóg mikið hugsað það á spítalunum eða þeir overdose eða eitthvað. Ég held að það sé bara ekki hugsa vel fólkið af öðrum uppruna, það er bara því miður svoleiðis. Það eru jafnmargir hvítir einstaklingar og svartir einstaklingar í Bandaríkjunum sem neyta fíkniefna, en svartir Bandaríkjamenn eru 6 sinnum líklegri til að deyja vegna fíkniefna. Af hverju heldurðu það sé? Sum ástæði, fá ekki að mjög þjónustu. Bara rasisma. Já, Kemur rasisma. Og já, bara mikið svona. Já, rasisma. Það er ekki bara líka eins og sána, það er ekki komið fram við þau eins og hvíta fólki. Já. Og bara, já, mismunandi. Mismunandi. Rannsókn í Bandaríkjunum ferilskráir fyrir atvinnuviðtöl sýndi til þess að fólk með hvíthljómandi nafn væri 50% líklega til að fá vinnu heldur en svarthljómandi nöfn. Hvað finnst þér það? Hvað finnst þér það? Mér finnst það bara hræðilegt, sko. Mér finnst það bara viðbjóður, bara ógeðslega astanlegt og tilgangslegt bara svona að hugsa svona nöfnin. Þetta er nafn á mannsku, það skiptir ekki máli. Mér finnst það hræðilegt á ekki að vera þannig. Það finnst ekki neitt það, það er náttúrulega bara umurlegt, en þess vegna gerist það að hvítnöfn, svart fólk í svona gegnum tíðarnar fær hvítunöfnin eins og Mike varð vinsælla hjá svartum köllum 15 árum. Rannsókn í Bandaríkjunum ferilskrár fyrir atvinnuviðtöl sýndi til þess að fólk með hvíthljómandi nafn væri 50% líklegri til að fá vinnuna heldur en svarthljómandi nafn. Hvað finnst þér það? Það er bara fárlegt, sko. Rasismi. Aftur bara, hvað finnst þér það? Bara mjög rátt, ógeðslega rátt. Já, ógeðslega einhverslegt. Bara fordómar í samfélaginu, fordómar hjá atvinnurekanda og þetta heitir eitthvað ómeðvituð slagsíða. Þórður. Ok, það er þetta bara komið. Já, fyrir.